Góða kvöldið. Velkomin á samkomu í United Reykjavík, gott að sjá ykkur. Mér langar að bjóða okkur í þessu fætur, þið sem geti. Við ætlum að byrja á lagi sem við tókum síðasta mánudag sem heitir Sing of This. Og kannski svona smá saga við lagið. Því að stundum tengir maður ekki vel að fyrir maður fattar textan, þannig ég ætla bara að útskýra hann fyrir ykkur, þá eru fljótari. Þetta bara texti að lífa okkar fyrir Krist. Að það stendur í textanum I was a broken man, I was a wounded heart till you came and took me by the hand. Að við vorum í ruglinu, við vorum í algjöru messi, en svo mætti Jesúsinn í líf okkar. Og svo kom hann og tók í hendina á okkur, læknaði hjartað okkar, gerði okkur heil. Og við ætlum að syngja það. Og í brúnni segir Sing to the memories. Það margt sem fylgir lífinu, áföll, erfiðleikar, tráma, triggerar og allt þetta. En það eitt vopn sem við höfum sem kristinir einstaklingar, það náttúrulega nafni Jesú og það lofgjörðin okkar. Að við getum lofa Guð í öllum kringumstæðum. Við getum lofa Guð á gleðistundum lífs okkar en við getum lofa Guð í dalnum líka. Og það það sem þetta lag greip mig svo mikið síðasta sumar það að ég ætla að syngja þegar erfiðar nætur eru. Þegar erfiðar minningar koma upp þá ætla ég að syngja og lofa Guð í þeim kringumstæðum. Við skulum biðja. Heilagi Far, ég þakka þér fyrir nærveru þína. Drottinn minn og Guð, ég þakka þér fyrir það að við getum komið fram fyrir hásætið þitt. Sama hvað gengur á í lífinu, ég þakka þér Drottinn minn og Guð að þú ert hér. Og Faðir minn og Guð, beinum sjónum okkar að hásætið þínu. Faðir minn og Guð, setjum augu okkar við þig, Drottinn. Ekki á næsta mann eða það sem að gekk á í dag, við setjum augu okkar á þig, Drottinn. Af því að þú ert skapari heimins og jarðar og þú ert skilið alla okkar athygli, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir vitnisburðina sem eru hér inni í kvöld og ég þakka þér fyrir þá sem að þú ætlar að snerta við í kvöld, Drottinn. Að þú ætlar að umbreyta lífum okkar í kvöld, Drottinn. Að við förum hérna út breytta því að við fengum að taka í hendina á þér, Drottinn. Að því að þú snertir við hjart okkar, Faðir. Drottinn, við lofum þig í kvöld. Við langar að hvetja ykkur til þess að vera með okkur næsta klukkutíman 1,5. Þið eru komin, bara velkomin, við erum hér. Lofum hann, gefum honum okkar athygli í kvöld. Amen. I was a broken man. I was a wounded heart till you came and took me by the hand. I was a weary soul. I was a falling star till you came and made me whole.
to the healer, sing to the one who gives you breath, sing to the Savior, sing of the love that conquers death, sing to the mountain, sing when the darkness closes in, sing of His mercy, oh, sing of His grace that covers sin. When you sing, you get stronger. When you sing, you remember His promises. Oh, praise Him forever. He is who He says He is. And oh, my soul, sing of the faithfulness of God. Oh, my soul, your hallelujah. Sing for joy, sing of His never-ending love. Oh, my soul, sing of this. Sing to the memories, sing to the past you can't forget, sing of His goodness, sing to the lifter of your head, sing to the healer, sing to the one who gives you breath, sing to the Savior, sing of the love that conquers death, sing to the mountains, sing when the darkness closes in, sing of His mercy, oh, sing of His grace that covers sin. When you sing, you get stronger. When you sing, you remember His promises. Oh, praise Him forever. He is who He says He is. And oh, my soul, sing of the faithfulness of God. And oh, my soul, your hallelujah. Sing for joy, sing of His never-ending love. Oh, my soul, sing of this. And oh, my soul, sing of the faithfulness of God. Oh, my soul, your hallelujah. Sing for joy, sing of His never-ending love. Oh, my soul, sing of this. Oh, my soul, sing of the faithfulness of God. And oh, my soul, your hallelujah. Sing for joy, sing of His never-ending love. Oh, my soul, sing of this. Oh, my soul, sing of this. Oh, my soul, sing of this.
megi setjast. Hvað? Heyrðu, Biblían, magnað orð sem að hentar við öll tækifæri. Og ég var að lesa í Kórinthubréfinu og mörg okkar hafa heyrt, við sem hefur farið í kirkju, bara alls konar kirkjur, við hafa ekki heyrt Kórinthubréfið, má ég sjá okkur. Og Kórinthubréfið 13, mjög algengt í brúðkaupum. En í Kórinthubréfinu 12, þá hann dálítið að tala við okkur, að segja okkur svona frá skipulaginu í kirkjunni, gjafirnar, hæfileikana, hvað þarf til að svona, hvað þarf að vera í kirkjunni svolítið, í líkamanum. Við erum líka með Krist hér á jörð, hvaða verkefni bíðar okkar og svoleiðis. En svo kemur hérna í Kórinthubréfinu. Og ég er með, eins og ég segi ykkur alltaf, ég er með lifandi orð. María, held ég geti þetta? Og hérna sem sagt, það var búið, eins og segi, búið að tala hvernig kirkjan á að fungera og hvaða hæfileikar og við þurfum öll að vera með ákveðnar gjafir og verkefni. Og svo stendur, leyfið mér nú að segja ykkur frá öðru sem er betra en allir þessir hæfileikar. Vitið hvert ég er að fara? Þetta er smá lestur, sko. Þótt ég hefði hæfileika til að tala tungum og talaði öll tungumál, bæði jarnesk og himnesk, en elskaði ekki aðra, þá væri það ómerkilegt glamur. Tilgangslaust orðaflaumur, ef ég hefði spátansgáfu og vissi alla leyndardómi, vissi bókstaflega allt, en hefði ekki kærleika, hvaða gagn væri þá að því? Og jafnvel þó að ég hefði svo mikla trú að ég gæti skipað fjöllum að færast úr stað, þá væri ég einskis virði án kærleika. Ef ég elskaði ekki meðbræði mína, þá er ég engu bættari. Þótt ég gefi fátækum aleguna mína eða yrði brenndur á báli fyrir trúna á Jesú, en hefði ekki kærleika, væri ég ekkert betri. Kærleikurinn er þolinmóður og góðviljaður. Hann er hvorki öfundsjúkur, montinn né hrókafullur. Hann er aldrei yfirlætislegur, eigingjarn eða ókurteis. Hann krefst ekki réttar síns, reiðist ekki og er ekki langrækinn né smámunasamur. Hann gleðst aldrei yfir ranglæti, heldur fagnar þegar sannleikurinn nær fram að ganga. Sá sem hlýðir rödd kærleikans, breiðir yfir mistök annara, treystir orðum þeirra, umber þá og væntir góðs frá þeim. Kærleikurinn mun aldrei falla úr gildi. Þetta er svo magna, við höfum heyrt þetta oft í brúðkaupum. En þetta er líka bara, þú veist, eins og það stendur hérna. Leyfið mér nú að segja ykkur frá öðru sem er betra en allir þessi hæfileikar. Það er kærleikurinn. Ég og mamma, sem ég elska mikið, við sátum og vorum að spjalla fyrir hálfum mánuði síðan. Og við höfum oft svona yndislega djúpar samræður. Og vorum að tala náunga kærleika. Og þá sagði mamma mér sögu sem langar að segja ykkur. Mamma er semst 85 ára. Og hún sagði, það er ein góð saga svona, sem passar inn í þetta. Og það var út af öðru svona hugleiku síðan með. Og hún var þannig að það var strákur, það var í skóla og það var strákur sem að, skóla sem þess að dagurinn var búinn, hann tók alla bækurnar úr skápnum sínum og var að labba heim og það var stúlka með honum í bekk og hún sá hvað hann var að gera og hún var undrandi yfir því að hann skildi taka alla skólabækurnar vegna þess að skólaári var ekki búið. Svo hún fylgdist með honum, gaf honum athygli og hann var að labba af stað heim og þá missir hann bækurnar. Þannig hún stekkur til og tekur helmingun af bókunum hans og segir, heyrðu, ég skal hjálpa þér með bækurnar og labbaði með honum heim. Og þau spjölluðu bara, voru bara að spjalla og leiðin heim og hann kom á húsinu sínu og hann fór inn. Mörgum árum seinna, það var svona reunion í skólanum og þá labbaði hann til hennar og sagði, mér langar alltaf að þakka þér fyrir. Manstu þegar daginn sem við kynntumst, þú komst að hjálpa með bækurnar heim. Já, þú bjargaði lífið mínu þann daginn. Ég var nefnilega búin að ákveða það eftir þennan skóladag. Mér leið svo illa, ég ætlaði að taka alla skólabækurnar mínar, ég var búin að skrifa bréf og ég ætlaði að svipta mér lífið þegar ég kæmi heim. Ég var búin að ákveða allt hvernig ég ætlaði að gera þetta. Svo bara komst þú þarna
og varst vinur minn. Þú tókst eftir því að ég var þarna með ykkur ómarga bækur. Þannig við mamma vorum að tala þetta, hvað maður veitir að veita hvort öðru athygli. Þú veist ekki, kannski veist eitthvað, en við vitum ofta ekki hvað við erum að gangi í gegnum. Og þú veist, ef þú situr við hliðina á einhverjum, kíkt á næsta vinstra megin að hægra megin, þú veist kannski eitthvað aðilann sem situr við hliðina, en þú veist ekki hvað hann er að gangi í raun og veru í gegnum. Hvort að þessi sársauki, sorg, vinamissi, atvinnumissi, hvað sem er. Og við þurfum að gefa þessu betur athygli. Kærleikurinn, hann er bara skiptir mjög miklu máli. Og það eru margir að gangi í gegnum alls konar í dag. Og við skulum biðja fyrir vinum okkar og ástvinum, biðjum fyrir hvort öðru, biðjum fyrir nágranna okkar sem þekkjum ekki neitt. Og við höfum fengið bænarefni og við ætlum að biðja fyrir þeim. Takk Drottinn, takk Jesús fyrir að þú elskar okkur alveg eins og við erum. Og ég þakka þér Drottinn, Guð, Faðir okkar á himnum, að þér var annt að kynnast okkur og þú þekkir allt okkur og þú sendir son þinn og sonur þinn gekk hérna á jörðinni, hann upplifði sársauka, höfnun, ofbeldi, niðurlægingu, hann upplifði allan tilfinningaskalan. Þannig að þegar við erum að gangi í gegnum áskoranir í lífinu, þá veit Jesús hvað við erum að gangi í gegnum. Við getum alltaf leita til hans og við biðjum Jesú núna fyrir nágrönnum okkar, vinum okkar, ástvinum sem er að upplifa sársauka, höfnun og sorg og óréttlæti. Og ég bið líka fyrir þeim sem er að finna til í líkamannum, sem eru með veikindi í líkamanni, við höfum lækningu. Og ég þakka fyrir frið þinn í Jesú nafni. Amen. Og það eru samskot. Ég aftur komin. Við ætlum að taka samskot. Og það eru posi aftast og við erum með bauka og við ætlum að láta baukana ganga. Þannig ef það eru með klinkaða seðla þá er það bara velkomið í baukana, en svo er posi aftast. Endilega verið með í þessum hluta af samkomunni. Amen. Thousand generation falling down to worship, sing a song of ages to the Lamb. And all who gone before us, and all who will believe, will sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to
dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Oh, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. And the angels cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be 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 holy, holy forever. Takk Jesus. Heilagi far, við lofum nafnið þitt í kvöld. Drottinn minn og Guð, ég þakka þér fyrir nærveru þína. Ég þakka þér fyrir nærveru þína sem að leysir, drottinn. Faðir minn og Guð, komið fram fyrir hásætið þitt í kvöld. Faðir, við lofum þig. Það enginn eins og þú, drottinn. Það enginn annar eins og þú, drottinn. Takk, Jesus. Syngjum að mér. Ég vil aðeins nefna nafnið Jesús yfir hjörtun öll og hverja sál. Það má finna frið í þinni návist, segjum Jesús. Ég var ís á fætur. Ég vil aðeins nefna nafnið Jesús, salta böl sem bindur brotið er. Ég lýsi yfir von og nýju frelsi, segjum Jesús. Syngjum saman. Þitt nafn er kraftur, þitt nafn er lækning, þitt nafn er von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert Guðs von.
hjörtun öll og hverja sál. Það má finna frið í þinni návist, segjum Jesús. Nafni Jesús, nafni Jesús. Frá fjallsbrún hrópum Jesús, Jesús strætum á, Jesús inn í myrkri og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafni hans, Jesús. Frá fjallsbrún hrópum Jesús, Jesús strætum á, Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafni hans, Jesús. Frá fjallsbrún hrópum Jesús, Jesús strætum á, Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafni hans, Jesús. Þitt nafn er kraftur, þitt nafn er lækning, þitt nafn er von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ertu son. Þitt nafn er kraftur, þitt nafn er kraftur, þitt nafn er lækning, þitt nafn er von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skuggann, þú ertu son. Þitt nafn er kraftur, þitt nafn er lækning, þitt nafn er von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skuggann, þú ertu son. Einu sinni enn. Þitt nafn er kraftur, þitt nafn er lækning, þitt nafn er von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skuggann, þú ert Guðs son. Takk Jesús. Drottinn, við lofum þig. Faðir, við lofum nafnið þig. Drottinn, þú brýtur hlekkina. Drottinn, það er nafnið þitt sem brýtur hlekki. Það er Jesú nafn. Takk, Drottinn. Jesús.
atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. For the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. The atmosphere is changing now. The Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. The Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. The Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. I'm surrounded by your love, Jesus. I need your love. I'm surrounded by your love, Jesus. I need your love. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will
miracle can happen now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. A miracle can happen now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. We're surrounded by your love. Við erum umvafin kærleika sem að leysir og læknar. Hann kraftaverka Guð, kraftaverka Guð. Hann kraftaverka Guð. Hann kraftaverka Guð, kraftaverka Guð. A miracle can happen now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Í þinni nærveru
Jesus, Jesus, Jesus. Takk fyrir nærveru þína, Drottinn. Takk fyrir að þú ert hér. Jesus. Takk fyrir að þú snertir mig í hjörtum í kvöld. Elsku þig. Takk, Drottinn minn. Takk fyrir þinn heilaga anda. Jesus, Jesus. Halleluja. Gjör ísöll og fætur. Biðja. Yndisleg nærvera Guðs í kvöld. Drottinn, ég bara þökku þig fyrir einn og sérkvæð sem inn í dag, Drottinn. Takk fyrir að hvað sem búin að vera að vinna í lóðgjörunni, Drottinn. Snerta við hjörtum fólks fyrir þinn heilaga anda, Drottinn. Faðir minn, ég byrði líka að koma inn í svona sorg sem Drottinn í dag. Ég byrði bara, Drottinn minn, að þú megir koma bara með þinn, já, hugga, Drottinn. Þú ert huggarinn. Og ég byrði bara, Faðir minn, og Drottinn, og þau megir bara koma inn í líf okkar, snerta við líf okkar, gefa okkur þessa von sem við þurfum á að halda, Drottinn minn. Ég elsku þig. Við elskum að fá að lyfta þínu nafni, Drottinn minn. Í Jesú nafni. Amen. Vá, því lík lofgjörn. Það svo gott að dvelja í lóðgjörninni. Finnst ykkur það ekki? Takk, yndislegu vinir. Það er frábæra lóðgjörn. Það var svo skrítið hún ég kom aðeins svo seint í dag, alltaf svolítið fjör í kringum okkur alkoholistana. Og svo ég kom aðeins seinna inn og svo vorum við líka kannski fáum á tónlist og fengum og líka erfiða fréttir sem að koma. Þú veist, stundum þá bara verður maður eins og maður sé einhvern veginn að bugast. En þá svo gott að, og ég man Laufey sagði inn á bænastundinni, það vonin sem þurfum að halda í. Og þegar ég var að keyra í dag, ég ætlaði að tala boðun í kvöld. Og svo, mér fannst mér Guð tala til minni, ég ætlaði að tala vonina. Sama Laufey sagði. Og ekki vissi hún það að ég fengi þetta orð. Og ekki vissi Inga það, þegar hún var að byrja samkoman á hann, var að tala að við höldum í vonina. Að því það það sem við eigum. Og það svo mikilvægt núna á þessum tími sem við lifum í dag. Og ég upplifi líka að þegar að, sérstaklega þegar sorgin kemur, það svo, getur verið svo erfitt. Að það eigum við alltaf árnamann á himnum. Við eigum alltaf Jesú Krist, Drottinn Jesú Krist sem við getum komið til hvar sem hvenær sem hvar sem við erum og tala við hann. Og í Rómar, ég ætla að lesa ég segi lifandi von fyrir náð Guðs í sinnunni Jesú í boði fyrir alla og þig líka. Í Rómarbréfi 5 stendur, réttlætt af trú höfum við frið við Guðs, sagði Drottinn vors Jesú Krist. Hann hefur veitt okkur aðgang að þeirri náð sem við lifum í og við fögnum í voninni dýr Guðs. En ekki aðeins það, við fögnum líka í þrengingum, þar sem við vitum að þrengingin veitir þolgæði og þolgæði gerir mannin fullreyndan og fullreyndur á vonina. Og vonin bregst okkur ekki, því að kærleikur Guðs sem við streymt inn í hjört okkar með heilugum anda sem okkur gefinn. Og það þessi andi sem við fundum fyrir áðan, það þeir fundum fyrir þessum kærleika sem í lífi okkar. Þegar Guð kemur og snertir við hjört okkar, þegar við opnum hjart okkar fyrir honum og treystum honum og setjum von okkar á hann í öllu sem við erum að gera. Stundum langar mann að gefast upp og hversu oft hefur maður ekki langað til að bara, ég get ekki meir, bara ég ætla að gefast upp. En þá verðum við alltaf halda í vonina. Hvað var það sem Guð talaði inn í mitt líf? Hvað var það sem hann vildi að ég myndi gera? Ég hlýddi og ég ætla ekki að beygja þar í braut. Og ég má ekki gera það. En þegar þessi erfiðleika koma og þyngslin koma, að þá var ég að treysta hann og vona á hann. Og trúin von og vonin verður sannfæring. Og það svo gott að ná þangað. Vonin verður sannfæring. Fyrst það trú, mustaskotni sem við tölum oft pínu lítið. Trúin, að við vonum á okkur hluti. Og vonin verður svo fullvissa líf okkar. Og það þannig sem ég vil hafa mitt líf. Og það þannig með mitt líf. Ég full treysti Guði fyrir öllu í mínu lífi. Og það svo mikið og sérstaklega á svona stundum eins og í dag sem að finnst að maður svona einhvern veginn sé að kikkna undan einhverju. Að þá svo gott að eiga árnamann í himni sem biður fyrir manni. Alltaf tilbúinn til að hlusta, alltaf tilbúinn að umvefja mann,
alltaf tilbúin að sitja með manni í bílnum þegar maður er háskælandi ykkur staður út í bæi, að því hlutinir eru erfiðir eða óréttlátir, að þá er hann alltaf með okkur. Alltaf með okkur á þessari vegferð. Og það er það sem ég bind í svona, þegar ég fær svona fréttir sem að snerta og hryggir mig, sko. Það er svo sárt, sko, að þá verð ég bara að vona á Drottinn í öllum þessum kringumstæðum. Lofa sér Guð, Faðir Drottinn vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss í lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús kom til jarðarinnar til þess að deyja fyrir mig og þig. Því svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn eingi til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hann hafi eilíft líf. Og það er eilífa lífið sem við sækjumst eftir. Munum það að við erum bara útlendingar hérna á jörðinni. Við erum bara hérna í millilendingum, sem ég segi oft. Skilur, öll eilíðin er eftir. Og hugsa ykkur hvað er gott. Og ég var að hugsa það í dag að hérna enginn veit sinn tíma. Ekki neitt einasti maður. Það getur gerst á eftir, eða morgun, eða eftir 10 ára, 20 ára, 50 ára, maður veit ekki það. En við erum alltaf tilbúin, vonum á Drottni Jesú Krist. Gerið því hugi ykkar viðbúna og verið vakandi. Bindið alla von ykkar við þá náð sem ykkur mun veitast við opinberun Jesú Krist. Verið eins og hlýðin börn og látið líferni ykkar ekki fram mótast en gindum er því að letuð stjórnast af vanvisku ykkar. Og það er margir hluti sem við þurfum að láta af. Fullt af hlutum. Og það þurfti ég að gera. Það er að vera hlýðin. Og hérna, láta ekki stjórnast af þeim gindum. Að því vitið það að þegar byrði og þungar komið í líf okkar, þá missum við svolítið sjónar á því hver Guð er. Við missum svolítið sjónar, við missum, hvað ég má segja, við missum vakt, við förum á vaktinni. Og hlutirnir sem reyna að koma á okkur það, því að óvinnurinn, djöfullur og Satan sem má vera hérna undir skósólunum á okkur, að vitið það að hann kemur alltaf inn og reynir að hvísla eitthvað. Og það er líka þegar Guð talar, þá kemur hann alltaf og reynir að apa eftir og reynir að afvega leiða þig. Og það er svona dögum eins og í dag sem maður finnur fyrir þessum þunga, maður finnur fyrir bílið sorg og stundum hérna pínut, ég var alveg svona við bara uppgjöf, það munið ekkert miklu, en ég veit ég hef aldrei gefist upp, en það var samt tilfinningin sem var þarna. Og þá var ég að vona hann. Það er þá sem maður keyrir út í kant, lokar augunum og biður bara Drottinn. Grift inn límið, grift inn í núna, grift inn í kringumstæðurnar. Taktu burtu þetta vonleysi sem er að koma. Gefðu mér þessa von sem ég þarf á að halda. Styrktu von mína og trú. Og þá gerir hann það. Og ég veit að vona á Guð er bara yndisleg. En ég veit ekki til dæmis hvar ég væri til dæmis án ykkar. Ég veit ekki hvar ég væri án kirkjunum minna. Við þurfum á hvort annað að halda. Og sérstaklega á svona dögum þegar hlutinni koma og verður erfitt. Að þá þurfum við að geta að tala saman, við verðum að geta að beðið saman, lyfta upp nafnið Drottins og vera til staðar. Það stendur í Efesubréfinu 1. kaflanum, ég bið hann að upplýsa sjón hjartans, svo að þið sjáu hver svo von er sem hann hefur kallað okkur til, hver ríkulega og dýrleg arfleið hann allar okkur meðal hennar heilugu og hver kröftugt hann verkar í okkur sem trúum. Hann verkar í líf okkar. Ég þarf á þér að halda. Stundum er ég bara þenn stað að ég þarf á uppörun að halda. Stundum þarf ég samtali, stundum þarf ég að lána dómgreind. Og þetta er bara hlutir sem að í líf okkar sem kristi fólk. Og við erum að sækja dómgreindina hjá fólki sem er nákvæmlega samastafu við. Fólk sem elskar Jesús og þráir að sjá Guðs ekki framganga. Og ég ætla að segja ykkur frá því og í þessu samfélagi er svo magnað. Og nú er þessi Linda verið með hópinn sinn í byrjun niður í bæ á hver einasta föstudagskvöldi. Og núna á föstudaginn þá er vakningasamkofa, hún heitir Virginia Logan, hún verður hérna líka hjá okkur á mánudaginn og ætlar að tala. Og alveg gríðarlega öflugur bæði trúboði og hérna hún með spámanleg og við má nota þessi tækifæri og hittast, koma saman. Því ofta sem ég gerum það. Margir hafa sagt um mig, veistu Óli, þegar ég lapp út á mánudagskvöldum að þá hellist svolítið yfir mig pínlítið svona eins og deburð að því það er vika þannig að við erum næst. Skilur. Og það er rosa fallegt að heyra svona en tækifærin er út allt. Ef við ætlum að halda þessa von og ef við ætlum að byggja undir trú okkar
þá verðum við eiga samfélag við hvort annað. Og ég skora á okkur að koma þarna á föstudagskvöldi klukkan 8 og þetta niður í þetta ekki niður í Center Hotel, salnum þar, frábær staðsetning og svo verður farið í trúboð eftir og ég hveti ykkur að taka þátt í því. Og svo að sjálfsög bara Emil frammi. Emil, viltu kannski segja okkur aðeins frá The Million Month og Manni Hann vildi lækka mér daginn sko því ég var að gera lítið úr hljóðkerfinu og lækkaði hann bara í mér. Ég þarf ekki hljóðkerfinu. Já, ég veit að það gerði þau að því. Herðu, Million Month í sumar. Million Month í sumar, en núna á laugardaginn þá ætlum við að taka forskot á Million Month og þessi blessaða kona, Virginia Long, hún verður með okkur Logan. Virginia Woolf, það hún. Ég veist ekki, hún væri komin. Halleluja. Hún ætlar að vera með okkur meðal annars, en við ætlum að vera heilan dag frá byrjun klukkan 10 morgunin upp í Kristnibósal Hálitsbraut og við ætlum að vera með lofgjörn milli 10 og 11, síðan fáum við kennslu trúboð frá þeim sem hafa verið niður í bæ milli 10 og 11 og 12, síðan verður hádegismatur, síðan kemur hún Virginia Logan og fyllir okkur af eldi, er það ekki Linda? Amen. Og síðan verður farin í bæ í trúboð og svo verður Ífum eldin lofgjörustund í lengri kantinum kvöldið. Þetta er Hálitsbraut allt á laugardaginn. Hlakka til að sjá ykkur öll. Miðbæ Hálitsbraut 58-60. Það er á annara hæðinni. Þannig ég hvet ykkur til að koma og þetta er hluti af því að fara að læra að lifa þessu daglega lífi með Guði. Það er umgangast systkin okkar. Og ég skrifaði nokkra punkta sem að mér langar að fyrir þá margir sem eru kannski nýlega komnir trúar, margir sem nýlega byrjar að koma hér og það eru svona punktar sem ég notaði mjög mikið. Og fyrsti var að biðja og biðja án afláts og það var oft í þessari neyð sem ég þurfti að gera það. Og þegar þú veist ekki hvað þú átt að biðja, segja þú bara Jesú. Ég var einmitt að segja Emil frá því, ég var á ráðstefnu út í Hollandi og það held að verið 4-5 þúsund mann sem voru þar og hann átti að predika, hann heiti Ben Fitzgerald. Við skulum biðja fyrir því að hann komi með í Million Month, hann er einn af þessum frumkvöðlum á því sem er að gerast hérna í sumar. Hann átti að predika og það kemur rosalega friður bara eins og við fundum hérna á hann í lofgjörninni yfir salinn og allir sett út hendanda og svo allt í nú bara algjör þögn í salnum, allir þessi fjöldi og hann segir bara Jesús, ekkert annað, bara Jesús. Og svo bakkar hann svona aftur fyrir alveg liðan á trommusettunni til þess að vera ekki að trufla, fór það niður á hnén og sagði Jesús. Og svo var algjör þögn í salnum í sko langan tíma og þá heyrði maður þennan söng, þennan englasöng. Það er eiginlega ekki hægt að lýsa því, þetta er svo magnað. Ef við gefum við köllum bara orðið Jesús, 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 þá kemur hann. Þegar við vitum ekki hvað sem við að biðja, þá segjum við bara Jesús. Myndu þá hver þú ert í Kristi. Hann hefur unun af samfélaginu við þig. Þú ert barnið hans, þú ert útvalinn, þú ert elskuð og þér er fyrirgefið og þú ert eilíðina. Ég hef sagt ykkur frá því þegar að Elín mín Arna var ósátt við hann og lét hann heyra það. Hún notaði alls konar butt og allt niður sér bara ógeðslega reið út í Guð. En hún beindi því að honum og fór ekki frá honum. Og þetta er samfélag. Hann elskar samfélag líka þegar þú dapur og ert reiður eða vilt segja eitthvað. Hann getur alveg tekið því, ég lofaði því. En hann vill frekar eiga þetta samfélagi við þig og fá eitthvað inn í lífiðinu heldur en eiga ekki samfélagi við þig. Gríðarlega mikilvægt og líka þegar okkur líður ekki vel að þá er svo mikilvægt að hvíla og ég sé þetta alltaf fyrir mig þegar ég er að biðja þegar fólk er í sorg að fá að hvíla í skugga vængja þinna. Það var söngur sem sungu hérna í kirkjunni í gamla daga. Ég vil hvíla í skugga vængja þinna. Treystu vini þínum, ekki þjást einn. Sendu út beiðni hjálp með bara til dæmis SMS eða ykkur. Leyfðu öðrum að ganga með þér í gegnum erfiðleikana og biðja með þér. Mjög mikilvægt. Ekki loka þig einan af í erfiðleikunum.
Og þetta gerði ég mjög mikið sérstaklega hérna þegar ég var í sveitin. Farðu út, náttúran getur verið lækning. Þegar maður sér sköpun, þessi yndislegur sköpun, göngutúr og biðja, þakka Guði fyrir fallega sköpun. Hafið ég gerði út að labba í góðu veðri til svo Þingvöllum, einhverjum fallegum stöðum, þá sér maður þessa gríðalegu fegurð. Og svo vilja menn halda fram þetta orðið til í einhverju sprengingu. Ekki trúa því. Ekki trúa því. Teldu blessanðina, nefndu þær, skrifaðu það niður, búðu til þakklætisbók og bættu við hana daglega. Teldu blessanðina þínar í eina viku og sjáðu hvað gerist. Og ég oft minnast á fólk sem hefur að berjast í hluti sem erfiðir hlutir og þess ég bara Guð ekki að svara mér og þetta bara ekkert að ganga. Herjaðu og byttu. Segðu við fólk hérna, hvað varst að biðja fyrir ári síðan? Er það komið fram? Já, það komið fram. Að því stundum það bara þannig að okkar tími ekki hans tími. En hann mun alltaf svara hvers sem þið biðji í mínu nafni, það mun ég veit ykkur. Við biðjum eftir hans vilja og hans orði. Og svo kemur hérna rós. Vissir þú þegar við tilbýðum og lofum föður okkar himnum, þá flýr óvinurinn. Lofsöngur þagga niður í óvinnunum. Þess vegna lofgjörðartónlist gríðarlega mikilvæg. Og það að vera með lofgjörðartónlist. Margir gera það í ræktinu og líka þegar við erum út að labba þá er gott að vera með lofgjörðartónlist. Ekki vanrækja samfélagi líka með Krist, það er það sem ég var að tala áðan. Það er einn hlutin af því, við þurfum ekki endilega að vera í sömu kirkjudeild. Við erum öll hérna kristin kirkja og taka þátt í því sem verið að gera. Eins og að gerast hérna hjá Lindu og hún á hverju einasta föstudagskvöldinu á Center Hotel, vitið það? Og þú veist, ég hitt hann Árna í gær og það er eins og það sé sem búið að raketur í skóna á hann, sko. Hann er búinn að frelsa þér í hvað, 30, 40 ár. Þú veist, og hann er bara eins og ný endurfæddur. Og hann finnst svo gaman að venja í bæði. Hann segir krakkarnir og unga fólki það er svo rosalega tilbúið að hlusta og leyfa þeim að biðja fyrir þeim. Og það er orð snýr ekki tilbaka fyrir að búið að vinna það vegna á að vinna. Þess vegna er mikið að við tölum út Guðs orð inn í líf unga fólksins. Og það er alveg geggjað að vera á götunum. Það er svo gaman að sjá líf fólks breytast. Fólk sem kemur þarna illa haldið á áfengis eða fíkniefnaneyslu og sjá þegar Guð, eins og við fengum að sjá oft í miðbæjartrúboðinu, þar sem Guð bara tók burtu alla eins og fólk væri bara orðið etri allt í einu. Þegar Guð kemur og snerti að því að fólk er með opið hjarta til þess að taka á móti. Það þráir nýtt líf. Við erum að horfa upp á þetta hverjum einasta degi og í dag þá upplifið þið bara hvað er að gerast í þessu þjóðfélagi, hvað er að gerast hérna á Íslandi, hvað er að gerast bara í heiminum. Þú veist, ég er alveg að tala. Ég er búinn að reka áfangaheimili í 12 ár núna og hérna einu meira 13 ár. Nei, ég var 15 ára edrú núna 20. febrúar. Þá er ég búinn edrú í 15 ár. Þá er ég ellendis, sko. Og það er búið að vera óslitni sigurför eingöngu af því að ég vona á drottningu. Ég vona á hann í öllu sem ég er að gera. Ég trúi því að hann hafi talað til mér á sínum tíma 2010 þegar ég var að koma út meðferð og ég ætla að framfylgja, ég ætla að standa við það. Og það hafi verið talað um líf mitt. Ég veit það að orð sem hafa komið inn mitt líf í gegnum spámenn sem hafa komið margir til Íslands og íslenski líka að ábyrgðin er mín megin þegar ég er búinn að taka við spádómunum. Og ég þarf að lifa hann, ég hlusta á hann. Í þessum síma held ég sé 12 eða 14 spádómar sem hafa verið teknir hér og þar og í þessum tímum. Og þetta hlusta ég á stöðulega. Og þá sé ég líka hvað Guð er að gera. Það er svo mikið að við fylgjum því þessum að eins og þeim spámenn sem koma og er að spá yfir okkur. Það er gaman að láta spá yfir sér. Það er bara rosalega gaman að hlusta fólk koma með orðin í líf okkar. En það er ennþá skemmtilega að það er að lifa það og sjá það gerast. Það er það sem er svo magna. Og þá þannig sé ég kynntist Ísabellu Skúlason sem að hans þráins. Og það var akkurat í gegnum það að hún talaði inn í líf mitt og ég titur og skalf ennþá þegar orðin komu. Og ég hafði aldrei heyrt annað en spull í einni kettlingu ævinn. Hún veit ekki hver ég er þessi. Sú er nú ekki með þetta á hreinu. En ég man að ég var út í London og ráðstefnu hjá henni og það var þá sem ég fekk póstnum það að ég beðin að taka við ykkur verðlaunum og hendi forseta Íslands. Og vitið það var þarna úti sem við Elín fengum vitneskjun það og það var síðasti punkturinn
í spádóminu hennar sem hún spáði 2010. Allt annað sem hún hafði sagði var búið að koma fram. Og það er þannig gerist að við lifum í þessari von og trú að Guð hafa áætlun fyrir líf okkar. Svo segir hérna, ég sagði hérna ekki vanrækja samfélagið líka með Krist eins og við tölum á hann, eins erfitt og það getur verið þegar við erum niðurlút þá megum við ekki yfirgefa samfélagið við trúa það. Það er bara hættan að við lokum okkur af. Við vorum sköpuð til að vera í sambandi. Lefðu öðrum að hvetja hjartað þitt og þú getur líka að vera í hvatning fyrir aðra. Lefðu öðrum að lyfta þér upp í bæinn og þegar þú biður fyrir öðrum þá hjálpa það líka til við að taka hugaðinn frá eigin vandamálum. Og kannski ekki vandamálum en svona hlutin sem við erum að eiga við í lífinu. Lestu orðið, vertu orðið, byttu út orðið. Legðu orðið á minnið og hugleitu það. Orð Drottins gefur okkur líf, ekki vanrækja gjöfuna sem orðið er. Það er ástarber frá Guði og er lykillinn að þessari von sem við eigum. Og er svo yndisleg að hugsa til þess ef við náum að raða þessu upp í rétta röð að við fórum að trúa, við þekkjum þetta allskarnir, við fórum að trúa að þeirri kraftu máttur okkar eigin vilja geti gert okkur heilbrigðan líf. Og bara pínréttlega trú. Hún getur nú ekki verið stór að því við vorum í sporun undan að viðurkenna vanmátt okkar og okkur varum megn að stjórna eigin lífi. Þannig að þegar við vonum að eitthvað aðra en við er til, þá er það nú kannski ekki mjög stort og mikið. En griftu það, að því hann er tilbúin að koma inn í lífið. Hann þráir að fá að grípa inn í lífið. Og vitið þið, eini skilnaði milli þín og Guðs er jáið þitt. Þú verður að segja já. Hurðahúninn er bara þín megin, ekki hans megin. Hann er gentleman, hann ryðst ekki inn lífið, aldrei. Og þess vegna þýðir ekkert að kenna honum þegar illa gengur. Af því þú er aldrei tekið hann inn í lífið. Þú tekur á móti Jesú Kristi inn í lífið og hann tekur stjórnina. Það er hann sem fer að lífa, það er hann sem fer að tala inn í lífið, það er hann sem fer að leiðbeina þér í gegnum orðið sitt. Við þurfum að vera að lesa, við þurfum að hlusta það sem hann er að segja. Og það er svo spennandi líf, það stendur í orðinu óslitin sigurför. Það er svo mikið sem er í boði fyrir þig ef þú bara notar jáið þitt á réttan hátt. Jesús, ég bið þig að koma inn í líf mitt. Ég þakka þig fyrir Drottin að þú dóst á krossinu fyrir mig og alla mínar syndir og sjúkdóma. Ég bið að ég megi vera þitt barn. Takk á móti mér í faðm þinn í Jesú nafni. Amen. Ekki löng bæn, en hún er lykillinn að lífiðinu. Þetta er lykillinn að lífiðinu. Við þekkjum það sem vorum að fara upp og niður. Detta aftur, upp að niður. Detta aftur. Það líka gerist þegar maður er frelsára og lifandi trú. Ég misti sjónar bara, blikkaði augunum bara og þá var allt farið í 10 ár. En hann var þarna allan tíman. Hann fór ekkert frá mér Þetta er í boði fyrir þig. Það er í boði fyrir þig að eignast gott líf, fallegt líf, kærleiksríkt líf. Finna sig elska, finna að maður tilheyrir. Það er svo gott að tilheyra. Veit ég hvað, það er svo mikið að einmanna fólki. Þó að fólk sé í stórum hópi þá er það samt einmanna. En það sem gerist í svona samfélagi eins og hér, af hverju hefur þetta gengið hér síðan 2011? Hverjum einasta mánuði, 360 sinnum á ári. Á þessum tíma segi ég. Af hverju? Af því að kærleikur Guðs er númer 1, 2 og 3 hér. Við elskum að fá að hjálpa fólki. Við elskum að elska fólkin í Guðs ríki. Leyfa fólki að finna það að það er verðugt. Leyfa fólki að finna það að tilheyrir. Og þú ert velkomin í hennan hóp. Og við þurfum að vera duglega að segja öðrum frá. Það er fullt af fólki sem er hérna úti, sem er úti að þjást. Fullt af þeim. En við þurfum að beygja okkur niður aftur og aftur og aftur og aftur og ekki gefast upp. Ef ekki rís og fætur. Ég upplifi
Ég upplifði svo rosalega sterkt núna að það sé fólk hérna inni sem að einmitt að berjast við þetta að finna sig ekki tilheyra. En veistu það, hér farða tilheyra. Og bættu við þessar stundir í þessum hóp, eins og þetta sem að gerast hérna á föstudag, laugardag og svo aftur á sunnudag, á mánudaginn. Síðan kirkjan hér, kirkjur út um allt sem á sunnudagum. Það er fullt að gera. Að því þetta svolítið í okkar höndum, þetta svolítið okkar ábyrgð, hvernig líf okkar verður. Það sem við setjum í það fáum við úti og rúmlega það. Ef þú setur kærleika inn í líf einhvers, þá farðu kærleikan á móti. Þannig að þreytumst ekki að elska fólk og biðja fyrir því. Þreytumst ekki að sjá fólk koma til trúar. Hvar væri þú ef það hefði ekki eitthvað sem leitt hingað inn? En hvað með alla hina? Það er búið að gera könnun á því, það er ekki margir sem eignast trúa því að það er eitthvað sem bankar á hurðina heima á þau og sagði þau frá Jesú. Jú, það er einn og einn. Það er þannig. Það sem gerist að þetta er maður og mann. Eða þá að þú ert í hópi þar sem þú ert vitnisburður hver Guð er. Að kærleikur þinn og elska þín til annara megi flæða frá þér þannig að fólk þrái og vill það sem þú átt. Að því það er það besta sem þín til er. Það getur vel að fólki finnst það barnalegt. Ég elska Jesús. Ég veit ekki hvar ég væri ef ég hef ekki tekið á móti honum inn í lífið mitt. Ég hef farið gegnum holt og hæðir. Ég er búin að fara eins og rollercoaster í mínu lífi og sérstaklega í byrjunni. En alltaf var hann þarna. Alltaf var hann til staðar fyrir mig. Og ég stæði ekki hér í dag nema út af systkinum minni í trúnni sem báðu stöðulega fyrir mér að Guð mætti snerta í lífinu og opna augum minn fyrir það sem ég var að gera. Og það er svo gott að vita þetta og ég er svo þakkláttur fyrir það. Og ég er þakkláttur fyrir ykkur, þakkláttur að þið skulu vera hér ykkur. En við ekki að loka augunum. Og þú sem ert að berjast við þennan kvíða og ótta, þú sem að finnst þú ekki vera verðu. Ég bað hérna fyrir síðasta mánudag fyrir 3 aðilum sem finnst það bara ekki vera neitt og finnst það ekki bara eigu pottborð í einu eða neinu. Þú veist, algjörlega brotin sjálfsmynd. En Guð, hann gerir þetta svona. Hann gefur að sjá hver þú ert. Hversu yndislega og góð manneskja þú ert, sem þú ert. Bara Faðir, við bara þökkum þig fyrir að þú ert hér í kvöld. Þökkum þig fyrir að þú er búin að vinna í hjörtum okkar fyrir þinn heilaga anda. Takk fyrir þú snert, takk fyrir þessa von sem er búið að kveikna hér í hjart okkar núna, Drottinn. Sérstaklega þeir sem hafa verið að berjast við óttan og kvíðan, Drottinn. Og við þökkum við fyrir að þú ert alltaf til staðar. Við þökkum við fyrir að það er aldrei á tali á þér. Við getum alltaf komið til þín, við getum alltaf talað við þig. Í bæninu okkar, í einrúminu, í göngutúrnum, hvar sem við erum, þá getum við spjallað við þig út alltaf til staðar. Takk fyrir að þú gefur okkur að við erum aldrei einmana. Þó við getum oft verið ein. Af því að þú ert með okkur í einu og öllu sem við tökum okkur fyrir hendur. Takk fyrir hvernig þú ert, Drottinn minn, að byggja brýr fyrir fólk. Leys úr vandamálum fólks. Gefa fólki vonan sem við þurfum á að halda. Að við fáum að elta þig sem ert höfundur og fullkomnari trúarinnar. Takk Jesús fyrir fórnarverki. Takk fyrir að ganga á krossin fyrir okkur til þess að við getum eignast líf. Takk fyrir að það voru ekki naglar sem heldur þér á korsin, heldur kærleiku þinn og elska til okkar. Að þú elskar okkur svo mikið og þráðir að sjá okkur eignast líf og lífi fullignaði. Við lyftum til þeim öllum hlutum sem við erum að berjast við, sama hvað þið er. Áfengiða, fíkniefni, kvíðin, óttin, fjölskyldum og sjúkdómar, sama hvað þið er. Við lyftum þessu upp til þín, Drottinn, og við vonum á þig, Drottinn. Og við trúum að þú grípir inn í, Drottinn, líf okkar. Gefur okkur fullkomna lækningu í okkar kringumstæður, Drottinn minn. Gefðu okkur vera duglega að þreyja og biðja. Gefðu okkur vera duglega að lesa orðið, sökkva okkur í orðið, læra að þekkja þig. Og við þökkum að þú ert alltaf til staðar í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Amen, amen. Ef við ekki að fá fyrirbyrjandi að koma, við ekki hlaupa út, heldur notaðu tækifærið og fá þau fyrirbæn. Það er svo yndislega gott að láta biðja fyrir sig. Það er svo gott að fetta tár, það er gott að hlæja. Það er gott að finna fyrir nærveru Guðs, finna fyrir lækningu Guðs í líf okkar. Fyrir þig er von, fyrir þig er trú og fyrir þig er líka fullvissa.
Í Jesú nafni. Amen.